Já og nei. Í fyrsta lagi þá er ekki hægt að gerast aðila ESB án þess að skuldbinda sig til þess að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil sambandsins. Það er að segja öllum aðildarríkjum ESB er gert að taka upp evruna. Hins vegar þá fæst evran ekki sjálfkrafa. Það má einungis taka hann upp að uppfylltum mjög ströngum skilyrðum og þessi skilyrði eru jafnan kölluð Maastricht-skilyrði. Á sama tíma þá er aðildarríkjunum það í sjálfvald sett hvenær þau hefja þátttöku sína í þessu gengissamstarfi. Þannig að þetta getur allt tekið sér tíma. Það er hins vegar 3 aðildarríki sem hafa kosið að taka ekki fullan þátt í evrusamstarfinu. Þetta eru Bretland, Danmörk og Svíþjóð. Bretland og Danmörk fengu á sínum tíma varanlega undanþágu frá upptöku evrunar, en Svíþjóð fekk tímabundna undanþágu því á sínum tíma þá uppfylltu þeir ekki Maastricht-skilyrðin og svo sömuleiðis þá felldu þeir upptöku evrunar í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2003 og eftir það sjálfur hafa þeir ekki stigið frekari skref í átt að upptöku evru. Strangt til tekið er þetta brot á Maastricht-sáttmálanum en Evrópusambandið hefur ekki beitt Svíþjóð neinum refsingum né þá gengið eitthvað sérstaklega eftir því að Svíþjóð taki upp evruna. Þannig að það eru til bersýnileg dæmi það að þjóðir hafa ekki tekið þátt. Það er opinber stefna Íslands að ef til inngöngu Íslands í Evrópusambandið kemur þá muni Ísland sækjast eftir því að taka upp evruna svo eins fljótt og hægt er, en sem stendur þá uppfyllir Ísland ekki Maastricht-skilyrðin og því nokkuð ljóst að evran fengist ekki strax.